Hæ, ég heiti Eyrún Elíasdóttir og er í mótorstjórn Overwatch á Íslandi. Ég er betur þekkt sem Kít inn í leiknum. Það er búið að vera svakalegur munur frá því í fyrra eftir að Rísi tók betur utan öll rafíþróttasamböndin og þau eru að standa sér svakalega vel að halda hlutum stöðluðum milli deilda og þá einstaklega vel í streymum og það sérstaklega fyrir Overwatch hefur þetta verið góð reynsla núna seinasta haust. Það eru náttúrulega kvillar hér og þar en því við að búast svona alveg fyrst. Ég held einfaldlega að það séu úrslitin. Það voru næstu því fyrirliggjandi niðurstöður að Þór myndi vinna titilinn. Þeir voru ósigrandi allt tímabilið með næstu því 3-0 í öllum leikjum. Þannig að sjá Dusty koma og bara sjá sér framför yfir tímabilið þangað til þeir svo unnu Þór með ágætu öryggi í úrslitum. Það var dálítið magnað að sjá bara hvernig það fór. Stemmingin fyrir næsta ári er góð. Þetta seinasta tímabil var dálítið mikið þannig að mótorstjórnin er að njóta hátíðanna og jólana og aðeins að taka því rólega þangað til dembum okkur í allt brjálæðið aftur eftir áramót. En við erum með plön og við höfum meira þess að fengið uppástungur frá samfélaginu. Það sem að þau vilja og hafa áhuga á að gera. Þannig að þetta verður skemmtilegt tímabil framöndan. Hjá mér persónulega, ég held að það sem var eftirminnilegast er hreinlega bara samfélagið. Overwatch samfélagið er svo svakalega flott hvað við styðjum hvert annað vel og mikið og það auðvitað væri engin keppni án spilanda en það eru líka fólk sem er að mæta á Minimode og Community Night og það er fólk að bjóða sér fram til að lýsa og vera tæknimenn, fólk sem hefur bara áhuga á leiknum. Og ekki nóg með það mótorstjórnin sem að voru bara áhugamenn í samfélaginu sem að tóku svo meiri ábyrgð á sig seinna eins og ég. Og svo er ótrúlega skemmtilegt að sjá nýja fólkið sem er komið og var að keppa eins og Helenso sem að sigraði neðri deildina eftir flottustu framför yfir eitt tímabil sem við höfum bara nokkurn tímann séð. Og Viki sem kom inn og hristi í öllum á Doomfest. Við værum hvergi án þessa ótrúlega skemmtilega og metnaðarfulls fólks sem er í Overwatch samfélaginu.